Sko, nú erum við búin að setja inn eitthvað stigarit og við viljum setja svona skjá. Þetta svona MMI skjár, Man Machine Interface. Þannig að við getum sett upp eitthvað sem að lítur út eitthvað það bil svona. Og þá sýni ég ykkur hvernig við förum að. Við skulum finna okkur aftur hérna Project Browser með því að smella hérna á þetta tákn hér. Þurfum við þetta að vera með data editorinn opinn? Nei, data editorinn, það má loka honum. Okay. Við erum ekki að nota hann í þetta þannig að það séð, en við sjáum hérna í Project Browser að við erum með undir Logic, þá erum við komin með hérna skjal sem stendur á LD WAF-GK eða það sem ég skrifa hérna fyrir velgjörðskerfið, skammstaði hérna. Þar fyrir neðan Animation Tables kemur Operator Screens. Þetta næst neðsti liðurinn hérna í þessu, neðsta mappan hérna. Við hægri smellum á hana og segjum New Screen. Hægri smellum á Operator Screen og smellum bara á New Screen. Við þurfum í sjálfu sér ekkert að gefa þessu endilega neitt nafn, því að það kemur bara sjálfkrafa og svo kemur bara röð af skjám ef við þurfum fleiri en eitt skjá og smellum á OK. Og þá ég strax komin í þetta, ég get sett inn hérna alls konar tákn. Og það sem ég ætla að byrja á að gera, það að ná í ýmislegt hér, eins og alls konar þessi tákn hérna fyrir þessi ljós og þessa rofa hérna. Ef við kannski bara byrjum á að setja inn fyrsta rofan, bilun A, þá gerum við það þannig að við sjáum hérna að það hnappur hér sem að kemur hérna push button og við búum til lítinn kassa á skjánum og hann lítur það út svona. Kassa lítið á? Push button. Þetta þarna í línunni frá þessi músarbendillin hérna lengst til vinstri, svo kemur lína, kassi, rektangul og ellipsa og hérna lengra, AA texti og síðan kemur hérna entry field og síðan push button. Þarna þetta. Og til þess að hérna þetta verði nú allt jafn stórt hjá mér, ég sé það og ég get sko að fundið út hvað ég með marga rofa. Ég ætla að vera með 1, 2, 3, 4, 5 stykki að þessu. Og til þess að ég þurfi ekki að vera að taka þetta alltaf aftur og aftur inn á skjáin með mismunandi stærð, tekna þetta mismunandi stórt, þá segi ég bara copy á þetta og með þetta valið hérna, copy og smelli svo annar staðar á skjáin og segi bara Ctrl+V fyrir paste. Og þá ætla ég að gera það nokkur sinnum. 2, 3, 4, 5. Það komið með 5 stykki og ég með hérna mismunandi auðvitað gerðir, en það stillingaratriði. Og þá ætla ég að reyna að raða þessu bara upp eins og þetta hérna á myndinni og þá set ég hérna þessa 4 svona í 2 og 2 saman og svo 1 fyrir flautustoppið. Ok. Já, þið náttúrulega ekki með þetta. Þetta hverfur rétt augnablik þegar á meðan að ég að setja þetta inn til þess að ég hafi einhverja smá fyrirmynd á því að færa þetta yfir á næsta skjá og setja þetta svona og ég get jafnað þetta, vinstri jafnað þetta. Ég setja þetta bara til aðeins niður fyrir til að byrja með því að velja allt hérna. Þegar ég er búinn að setja þetta svona saman þá get ég vinstri jafnað þetta svona. Ég vel allt hérna, alla þessa 4 kassa, þessa rofa og smelli á hérna left align
left align. Svo að þá ég komið með þá alla í línu. Og svo færi ég þennan hingað fyrir flötustoppið. En ég ætla strax að merkja hvað hvað, svo ég áður en ég fer að tengja þá við gagnagrunnin. Ég ætla að það sem ég geri til þess að ná, sjáu þið hérna, til þess að ná í þessa kassa hérna fyrir bilun A, kvittun A og svo framvegis, þetta rauninni bara merking, að þá ætla ég að velja hérna texta. Það þetta stórt A lítið AA. Og þá reyni ég að hafa textabóksið nógu langt og á sömu stærð og rofinn cirka jafn háan. Stillið það hérna svona, reyni það. Og þá ætla ég að hafa textabóksið, nógu mikið af þeim, þannig að það flúttar þá við þetta hérna. Og þetta á alveg að, textin ekki það stóra, ég á alveg að geta komið fyrir. Ég smelti bara á stórta lítið A, hérna text, kemur text hérna. Stundum birtist það ekki einu sinni, hvað þetta heitir hérna í tækjastikunni. En þegar ég er búinn að velja eitt svona kassa og búinn að gera hann hæfilega stóran fyrir mig, að þá vel ég hérna, spurning, er þetta hæfilega stórt? Jú, þetta svona nokkuð neginn. Þetta fyrir allavega nógu langt fyrir flötustoppið. Og þá ætla ég bara að fjölfalda á nógu oft. Hafa 5 kassa. Copy og síðan 2, 3, 4, 5 og færi þetta bara til þar sem ég þarf að hafa þetta og eins ég get fært þetta líka til með músabendlinum, þannig ég get stilt millibil og annað slíkt svona það bil, og ef ég færi hérna yfir þá get ég haft þetta í sömu línu og þannig að þá reyni ég að hafa þetta eins sem sagt get ég valið á alla bara til þess að vinstri jafna þá get ég valið alla kassana hérna og smelt hérna á left align og þá get ég farið að skrifa inn í þetta hvað þetta á að vera þannig að hérna ætla ég að raða þessu svona upp, ég ætla að hafa bilun A, kvittun A, bilun B og kvittun B hérna í þessum hér og síðan flautustopp hérna. Þá ætla ég að skrifa þetta inn og þá ég þarf að færa þetta hingað. Þetta get ég hérna sett þetta bara við hliðina. Ég get haft þetta væntanlega hérna út í. Það gengur, jú, og sett síðan þessa mynd hérna megin. Hvað sem það sinnist það er flautustopp? Flautustopp, já. Á bilun A og hvað svo? Kvittun A, nú er ég með þetta á skjánum. Sjáðu þetta á skjánum. Ég sé þetta eitthvað. Já, og hérna, já, bilun A, kvittun A, bilun B, kvittun B. Já, ég skrif þetta bara eins og þetta var hérna í gagnagrunnum. Þetta er rauninni bara skraut og hérna er rauninni, má maður skrifa hvað sem er. Og ég ætla að flýta fyrir mér og ég ætla að kópera þetta hérna og breyta bara A í B. Kvittun B hérna. Já, það er ekki nóg að íta á enter.
sem við kvittun B hérna og sjáum hérna að þetta er ekki miðjað. Ok, ef ég tek hérna bilun A, ég ætla að taka hana í copy og setja hana hérna sem B, bilun B, ok, en hérna er þetta að skoða hérna bilun A til dæmis og hvernig alignment, hvernig getið fengið þetta í miðjuna. Center. Ég smelli hérna á center og ég get líka ráðið hversu stór, ég hafi kannski bara 10, prófa þetta 10, ok, jú það sleppur og þá get ég breytt þessu öllu saman í, ætli sé nokkur pencil þarna á þetta, nei, ok, já, ég geri það núna í kvittuna. Ég fer hérna í alignment hér, fer í center. Ég vel hérna öruna niður og breyti alignment úr left í center og stakka þetta hérna í 10. Þið ráðið því náttúrulega alveg. Svo er líka hægt að sé þetta bold og allavega. Tvísmelli á kassan, left verður center, svona og þetta er bara spurning útlit sko, ég breytir engum með virknina. Ok, og flautustopp, ég ætla að setja hann í miðjuna, kannski setja það bold hérna til þess að gera eitthvað annað, en hefa það í miðjunni samt. Ok, sjáu þið, þetta er aðeins öðruvísi, hérna. En reyndar 4 kassar eftir, það er fyrir ljósin. En nú merkjum við rofana fyrst og síðan allt hitt. Þá fer ég í rofa hérna, ég tvísmella þannig að þetta er bilun A. Og þá fer ég í þrípunktinn hérna, tvísmella á rofan sem sagt, fer í þrípunktinn hérna og næ í bilun A. Já, og svo er ég ok. Þá kemur bilun A hérna inn og ég segi bara ok. Hérna næst er kvittun A, fer í þrípunktinn hérna, fer í kvittun A, ok, og ok. En ok, í bilun A, já, ég glemdi einu þar, ég ætla að gera það í bilun B. Bilun B, þá smelli ég á þrípunktinn, þetta er bilun B, segi ok, og hérna verð ég að segja with latching, þá verður hann svona af á. Ef ég segi hérna apply, þá sjáum við strax að táknið breytist hérna, eins og þetta var á fyrirmyndinni. Og þá segi ég ok, það er smelta hérna with latching. Ok, þetta var bilun B og ég ætla að leiðrétta þetta hérna í bilun A, ég ætla að hafa þetta líka with latching. Ok. Og fyrir kvittun B, þá fer ég í þrípunktinn og finn kvittun B og ok. Ok, og þá er bara eftir að breyta flautustopp, hérna flautustopp er hér og ok. Þá segi ég bara ok hérna og þá bara eftir að setja ljósin. Til þess að finna þessi tákniða, rautt og grænt, þá fer ég hérna í Tools og Operator Screen Library. Smetla á það. Og það verður náttúrulega mjög lítið hjá mér hérna. Ég ætla að færa þetta aðeins til hérna. Já, ég get það. Það verður allt í lagi. Svona. Þannig að ég nógu miklu plási hér. Og hér höfum við Display Units og ég held hérna, byttu nú við, nú er ég að finna hvað þetta var. Mér fannst það bara að vera Indicator, já, Indicator Light, já. Þá prófum við tvísmella á Indicator Light hérna.
þá opnast stærri, við sjáum það hérna smávegis hér, en það opnast stærri hérna skjár. Og hér náum við þetta tvennt hérna, grænt og rautt ljós. Segir bara kópía á þetta, við erum passa okkur að rífa þetta ekki út úr hérna safninu. Verðist vera hægt að tína hlutum út úr þessu. Ég tvísmelti á Indicator Light. Þá hérna, ég fór hérna fyrst í Tools og Operator Screen Library. Þá fékk ég þennan lista hérna upp til hliðar og í þessum lista er Display Units. Display Unit og Indicator Lights. Tvísmelti á það. Ok, svo kemur Copy. Ég tökum þetta hérna, býtum við. Þá vel ég þessi 2 ljós, copy á þau og ég þarf að fara hérna niður, sjáu þið, þá er screen hérna, þá get ég farið yfir á skjáinn. Og ég ætla að setja þau hérna. Já, þá lenda þau hér. Og ég ætla að fara að fjölga þeim og ég ætla bara að loka þessu hérna. Ég held ég hafi ekki meira. En sem sagt þetta hérna sem ég á til hér, við setjum svo bara merkinguna á þetta og já, þetta fer einhvern veginn svona á myndina. Við þurfum að merkja hérna grænt A og grænt B. Ég segi hérna copy og paste og fæ hérna hinn ljósin hérna fyrir B. Indicator Light. Það bara við blaðsir þegar ég opna. Já, tvísmetir á Indicator Light. Kemur þú ekki neitt? Nei, það kemur bara tóm blaðsir. Já. Heyrðu, ég þarf að skoða þetta sérstaklega hjá þér. Og svona. Þá erum við komin með þessi 4 ljós og þessi 4 hér og hérna við ætlum að setja texta þarna við, þið erum alltaf búin að því og ætla ég að skella því hérna strax. Hérna höfum við sem sagt grænt A og hérna megum við setja, þetta er í rauninni bara skraut og ég hef þetta hérna miðjunni og aðeins stærra því það er nóg plás hérna, kannski svona, ég veit ekki, og bold og já, þetta gengur alveg. Svo ætla ég að gera eitt, ég ætla bara að kópera þetta, ég held þetta sé allt í lagi að hafa þetta svona stórt, eða þó þetta er kannski aðeins svo stórt. Það hafa bara stóran og ljósið sé aðeins stærri, svona. Og þetta sé bara copy, paste og þá er ég komið með stóran og síðan bara paste aftur og breyta svo bara textan. Þá er þetta allt eins og þá hérna get ég sett þetta upp og þá er það grænt B hérna. Eina sem ég þarf að breyta svona, smelta OK. Og síðan á að vera rautt hérna. Rautt A, OK, og rautt. Rautt B. Svona, OK, og nú er komið að ljósunum. Nú tek ég hérna og merki ég þetta grænt A ljósið. Ég þarf að hægri smella á það og fara í Ungroup. Já. Síðan smelli ég út fyrir og fer svo yfir það með músina, íti á það með vinstri og dregi í burtu linsuna. Því að ég ætla að láta þennan lit breytast. Læt bakgrunnin eiga sig. Hann verður bara á bakgrunnin. Hvað er það undo
animation og yfir ungroup. Ég ætla að gera þetta aftur við B. Ég vel þetta, ég hægri smelli á það og fer í ungroup, að grúppa í burtu, að taka grúppuna í burtu. Þannig að þetta sé ekki grúppað saman. Og fer svo yfir það og drega þetta hérna niður fyrir. Og sama ger ég við rauðljósi náttúrulega. En þetta hérna, ég ætla að láta þetta breytast þannig, þetta sem sagt animation og ég ætla að fara í variable og fara í 3-punktinn þar. Ég verð að smella fyrst á animation og fara í 3-punktinn hérna og velja hérna grænt A. Fyrir ljósið, grænt A. Ok. Og sem það kemur inn sem biti 1. Þannig að þetta rétt hérna. Bara smellið á bara ok. Já, ég held að þetta sé alveg nóg og svo fer ég bara með það aftur tilbaka og grúppa það saman aftur. Ég gera það sama við hérna hitt við B. Fer í þetta hægri smelli og fer í grúp. Og ef ég gleymi einhverju þá bara verð ég að ungrúppa það aftur og svo framvegis. Ég get ekki grúpa saman. Ég get ekki ungroup. Og Þú verður að smetla á því og sko. þú verður að velja allt saman aftur sko. Maður verður að smetla á þetta og nú ætlum ég að fer í animation og fer í 3-punktinn og þetta grænt B. Ok. Og þetta allt eðlilegt, allt saman annað og svo bara ok. Og ég færi þetta tilbaka, svo verð ég að velja allt saman aftur. Svo fer ég smett út fyrir, þá ekkert valið, svo velj ég allt saman og þá hægri smelli ég og fer í ungroup. Nei, í grúp. Nú það grúp. Ok. Það rauða líka. Sama gerum við með rauða. Ég vel rauða, fer í ungroup, þá kemur rautt A, ég dreg þetta út fyrir til öryggis svo að ég sé ekki að hamast í öllu þarna og fer í animation, 3-punktinn, rautt A, ok, færa tilbaka, grúppað aftur. Ég sem sagt svo bara fínstillir maður þetta með örvanum þegar það valið. Svo smellir maður út fyrir. Kannski var þetta ekki alveg nóg gott hjá mér, svona. Ekki nóg vel. Svona, núna þetta í miðjunni. Hægri smelli, veld allt saman, hægri smelli og grúpa. Vel hitt, rauða B og ungrúpa, smell út fyrir, dreg rauða linsuna út úr, smell á animation, 3-punktinn, rautt B og ok og aftur ok, færi það inn í og svo þarf ég bara að prófa hvort það virkar. Svona og fyrir hérna, nú ætlum ég að gera eitt í sambandi af því að það svo mikið mál að teikna upp allt þetta dót þarna í flautunni sem ég ger ekki núna alveg pottet ekki. Þá ætla ég að taka eitt af þessu ljósum og breyta litnum. Bara teka það síðasta ljós hérna, bara copy og paste og ég ætla að hafa það fyrir flautuna og þá hún hérna fyrir ofan. Ég get líka breytt henni svona. Wow, það var svo skrítið þessi flauta hérna hjá mér. En ég get breytt henni kannski svona. Og ég ætla að fara í ungroup-ana. Fer í ungroup hérna. Ég smelli út fyrir. Ég tek linsuna í burtu. Og ég ætla að breyta litnum hérna. Ég ætla kannski að breyta bakgrunnum líka. Ég ætla að taka bakgrunnin og segja þar tvísmella á hann og fer hérna í þennan background full background color. Það ætla að fara í þetta svona græna skítuga lit hérna. Prófa að apply hérna, jú það þetta og ok. Ég ætla að færa hann aftur tilbaka á sinn stað. Svona einhvern veginn. Svona og síðan ætla ég að breyta, þetta aðalmálið. Þetta ætla ég að background color, background color, ok. Ég ætla að hafa þetta
gult, þá breyti ég úr rauðum í gulan og smelli á apply og það skiptir máli að þetta sé full. Ég ætla ekki að breyta línunni, endilega ég ætla að hafa hana svarta í kring. Hún er svört, line color er svört. Ekki breyta því. Segja bara OK og ég ætla að færa þetta tilbaka og þá er ég komið með flautu hérna. Þannig að ég get prófað kerfið hjá mér með einum bilunum eingangi. Hvað grúpaði það við? Hvað settur það þannig í variable? Var ég búinn að því? Ég var ekki búinn að því. Takk fyrir þetta. Tvísmet á það. Ég fer í animation og hérna þarf ég að breyta þessu rautt B sem er vitlaust. Ég var að smella, annarkvæmt að eyða því út fyrst og til að öruggara og smella á þrípunktinn. Þá fæ ég þetta allt saman og fæ hérna flauta á hverfiljós. Hvað er náður í þetta ljós? Ok, ég stækkaði bara þetta rauða B-ljós hérna. Ég tók það út fyrir og stækkaði það. Ég gerði svona, dróð það hérna til. Það var að gera sama með backgroundinu? Það skiptir ekki máli, við erum búin að grúpa þetta saman. Nei, ég merki ekkert backgroundið. Background á að geta með, því að ég á að sjá background þegar að flautan er úti, skilur við. Já, ok. Ég ætla aðeins að færa svona. Núna er þetta alveg klárt. Hvað gerði ég? Ok, ég ætla að reyna að bakka tilbaka hérna og færa þetta hérna tilbaka. Þetta var rautt B. Nei, já, það hlýtur að hafa verið rautt B. Ég fór í að færa þetta til eitthvað. Bara að fara í hérna, laga þetta tilbaka. Hérna þetta er svona. Ok, nú er þetta komið tilbaka. Og ég ætla að prófa að grúpa þetta. Þetta er flautar sko. Það er líka spurning hvort ég ætti að setja hérna fyrir ofan bara flautat svo við vitum hvað við verum að gera hérna. Flauta, ég setja hérna texta. Flauta. Ertu eitthvað að ungrúpa flauta? Ertu menn þetta hérna tákn? Ég þarf að teikna það upp alveg sérstaklega sko. Já, en það er eitthvað að ungrúpa þegar þú ert að setja þetta í, það setur þú bara flautu Ég bara tek þetta rauðljós og breyti því í flautu hérna ljósið. Já, en þetta að ungrúpa Já, ég þarf að ungrúpa fyrst og taka svo út úr því. Taka svo linsuna í burtu. Já. Og ég ætla að hafa þetta svona og svona. Þetta er læg, ok, svona. Ok, þá ætla ég að sjá hvað ég hérna get gert hérna. Ég ætla bara að prófa að stækka þetta upp og sjá hvort að þetta hægt að keyra þetta allt saman og hvort þetta virkar allt hjá mér. Þannig við förum að það er að smella hérna kannski til að sjá fleira. Annarkvæmt að hafa þetta til hliðar svona eða það getur verið þægilegt að hafa þetta svona. Þá smellum við hérna á tile vertical. Það er hægt að fara í tile horizontal. Það er hægt að gera þetta svona, þá sér maður bara minna. Það er betra að þetta svona, já. Jú. Þannig að það getur verið kannski gott bara að stoppa núna og við prófum þetta þá í næstu viku, ef að gera það. Já, þið þurfum að fara í vista. Við förum fyrst í að build changes. Það spyr hérna. Við smellum hérna á build project og segjum það bara yes. Byrja á því. Þess að sé öruggt að við getum farið í save archive. Þá kemur bara í absolutt sjöri montur í build. Já, yes. Bara svara því, yes. File og save archive. Og þá bara skrifum við yfir þetta. Einhverju hluta vegna verður þetta allir stafirnir stórir.
og þá bara smelli ég á save hérna og hún spyr á ég að skrifa þetta, það segi já. Alltaf að skrifa yfir þetta, við vitum að þetta er alveg rétta skjalið með stigaritinu og öllu saman og síðan smellum við hérna á disklingin. Þá kemur hérna, það var svona stjarna fyrir ofan nafnið og þegar að stjarnan hverfur að þá erum við búin að vista síðustu breytingu. Allt í lagi. Því að það er svolítið prósess að senda þetta annarkot ofan í iðntölvu eða niður í herminn til þess að prófa þetta. Þá gerum við það næst. Og þá smelli ég á stop recording.